Herri, hvað að skila KR-ingum í toppsætið núna á þessum tímapunkti? Ég myndi segja að í þessum leik var það varnarleikurinn sem skilaði þessu. Við erum að halda þeim í 30 stigum í seinni hálfleik. Ég veit ekki alveg hvað gerðist í seinni hálfleik varnarlega, en við spilaðum miklu betur. Við höldum í 30, höldum Krejón aðeins meira niðri, finnst mér. Komum meira að sitja hann reyndar, en við náðum einhvern veginn að halda þeim í skeiðum. Þú svona persónulega, þú ferð í gang þarna í seinni hálfleik, setur nokkuð mikilvægt stig og kemur þessu svona í gangi á ykkur? Já, ég var alveg reiður í hálfleik og fannst þið vera svona flatir og bara orkulausir. Þannig ég sagði bara að Brynjar í hálfleik, þetta taka 5 mínútur og vera svo vitleysingur og skipta með þessu út af. Þannig ég gerði það. En Keflvíkingarnir, komu þeir eitthvað óvart varðandi þeirra leik? Þú von á þeim sterkari? Þetta er kannski ekki þeirra topp leiku þetta, ég held að eiga alveg inni betri leik. Þeir eru bara með fínt lið, við ráðum ekki við Krejón varnarlega, þeir eru bara Krejón pakkar úr saman. En við heldum aðeins skeiðum eins og sagði í seinni hálfleik, það er svona munað það. Fyrir félagið Guðmundur Jónsson sagði að hann tapaði hérna með 11 en hann ætlar að fara í DHL-höllina eftir áramót og sigra með meira en 11. Hann lofaði því? Hann lofaði því, það er ekki séns. Ég lofaði því.